Sæl aftur. Þetta er 7. og síðasta myndbandið í þessari seríu hlaðvörp. Ég heiti Anna Marsibil Klausen og ég er dagskrárgerðarmaður á Rás 1. Og í þessu myndbandi ætlum við að tala aðeins hlaðvörp sem tæki til markaðssetningar. Hlaðvörp geta verið mjög sniðugt tól þegar kemur að bæði innri og ytri markaðssetningu. Innri markaðssetning á við markaðssetningu innan fyrirtækis gagnvart starfsfólki þess þá aðalega og ytri markaðssetning hefðbundna markaðssetningu gagnvart neytendum. Ég er sérstaklega hrifin af hlaðvörpum sem innri markaðssetningatæki, svo skulum byrja þar. Í stórum fyrirtækjum, þar sem starfa allavega 200 manns, kannski í mörgum mjög ólíkum deildum og jafnvel á ólíkum starfsstöðvum, getur hlaðvörp verið mjög góð leið til að minna fólk á að það er hluti af einhverju stærra. Það er hluti af heild og færa þau upplýsingar fyrirtækið. Hér eru nokkrar tegundir af innri markaðssetningu í hlaðvörpum. Númer 1. Kynning fyrir nýja starfsmenn. Þegar fólk byrjar í nýrri vinnu á nýjum vinnustöðum er mikið af upplýsingum sem viðkomandi þarf að læra og melta á stuttum tíma. Við þekkjum það öll. Einfalt kynningarhlaðvarp, sundurliðað eftir starfsstöð, kannski með upplýsingum öryggismál, gildi fyrirtækisins eða eitthvað annað gagnlegt, getur verið mjög handhæg leið til þess að nýr starfsmaður fái að kynnast sínum nýja vinnustað. Svoleiðis hlaðvarp ætti að vera takmarkað. Það er aðeins ákveðið margir þættir, ekki rúllandi viku eftir viku. En það þýðir að það þyrfti bara að búa það til einu sinni og svo nýtist það í jafnvel nokkur ár ef rétt er að farið. Númer 2. Viðtöl og fréttir innan fyrirtækisins. Í stórum fyrirtækjum endar oft hver í sínu horni og veit lítið hvað gerist annars staðar í fyrirtækinu eða hefur takmarkaðan skilning á daglegum rekstri annarra deilda en sinni eigin. Að hafa góða yfirsýn út fyrir eigin starfsstöð getur hins vegar verið afar gagnlegt. Ekki bara eykur það líkurnar á frumlegum lausnum milli deilda og auknu samstarfi, heldur hjálpar það fólki að skilja markmiðin og líða eins og það sé hluti af heild. Með reglulegu hlaðvarpi sem flakkar á milli starfsmanna og deilda gerir kannski prófíla af fólki á milli þess sem sagðar eru fréttir af fyrirtækinu, eykur fyrirtækið á tilfinninguna af gagnsæi gagnvart starfsfólkinu sínu og þéttir hópinn. Svo lætur það líka viðmælendum líða eins og þeir skipti máli. Það er alltaf gott að svona ýta undir þá tilfinningu hjá starfsfólki. Númer 3. Viðtöl og sögur utan fyrirtækisins. Stundum þarf að minna starfsfólk á af hverju það vinnur vinnuna sína. Hver tilgangurinn með starfinu er. Þá er gott að geta safnað dæmisögum af ánægðum viðskiptavinum, af vandamálum sem hafa komið upp og hvernig fyrirtækið leysti það, af árangri sem aldrei hefði náðst án aðkomu fyrirtækisins. Í nútíma samfélagi hefur okkur verið kennt að vinna eigi að hafa einhvern æðri tilgang að hún göfgi mannin. Hamingjusömustu starfsmennirnir eru þess vegna þeir sem upplifa að þeir skipti máli, að þeirra framlag hafi áhrif. Og svona hlaðvörp geta fóstrað þá tilfinningu. Auðvitað er hægt að blanda þessum 3 tegundum af hlaðvörpum saman. Það er hægt að nýta marga ólíka strúktúra við uppbyggingu þeirra og það gildir eiginlega bara að vera skapandi. Og muna að hlaðvörpið verður að vera áhugavert. Starfsfólk vill ekki eyða tíma sínum í að hlusta á síbylju upplýsinga sem skilja lítið eftir sig. Og ef starfsfólk nennir ekki að hlusta á hlaðvarpið þá fellur það sjálft sig. Þá að ytri markaðssetningu. Hér finnst mér kannski erfiðar að búa til einhverja ákveðna flokka. Það er til ótal margar leiðir og ótal margar ástæður til að búa til hlaðvarp, til markaðssetningar. Kannski er einna helst hægt að íhuga hvort verið sé að markaðssetja ákveðna vöru eða þjónustu. Sumir vöruflokkar og vörumerki eiga sér stóra fylgjendahópa sem hafa brennandi áhuga á mjög þröngu sviði. Þetta gildir til dæmis ákveðna bíla. Í íslensku samfélagi eru þessir hópar samt það litlir að ég á erfitt með að sjá fyrir mér að það borgi sig að gera hlaðvarp sem er beinlínis bara
ákveðnar tegundir BMW bifreiða til dæmis. Einna helst þetta mér í huga að Tesla geti smellt upp hlaðvarpi til viðskiptavina sinna. En það þýðir þó ekki að hlaðvarp hendi ekki vörum. Aftur þarf maður bara að vera skapandi. Ef varan þín tengist til dæmis bílum með einhverjum hætti, getur þú verið með hlaðvarp bíla, með reynsluakstri, viðtölum, spjalli og góðum ráðum umhirðu þeirra. Það skiptir engu þó varan þín sé rúðupiss. Ekki gera hana að aðalatriðinu og láta hlustendum líða eins og þú sért að reyna að selja þeim rúðupiss. Leyfðu þeim bara að heyra í því sprautast á rúðu og settu rúðuþurrkurnar í gang einu sinni í þættinum á meðan þú minnir á að þátturinn þetta skemmtilega áhugamál þeirra bíla sé í boði vörunar þinnar. Sama gildir hluti eins og húðumhirðu. Ef vara þín er hrukkukrem, þá býrðu til þátt sem fjallar húðumhirðu á áhugaverðum nótum með undirtóni sérfræðiþekkingar. Ef efnið er gott, hjálplegt og fræðandi þá verða til hugrenningatengsl milli gæða hlaðvarpsins og gæða hrukkukremsins. Stundum á hlaðvarpi síðan kannski bara alls ekkert að snúast vöruna sjálfa. Eitt skemmtilegt dæmi er hlaðvarp merkt tannkreminu Sendium. Hver þáttur er 2 til 4 mínútur, jafn langur og rækileg tannburstun. Og í sumum þeirra eru gerðar teygjuæfingar, í öðrum er hugleiðsla, stundum er áskorun að gera hnébeygjur allan tíman. En lykillinn er sá að þú getur hlustað á þau á meðan þú burstar tennurnar. Það gildir margt það sama þjónustu og gildir vöru. Ef þú átt bifvélaverkstæði gætirðu vissulega gert hlaðvarp bíla almennt. En þú getur líka gert stutta hlaðvarpsþætti með leiðbeiningum fyrir einföld vandamál sem uppkoma og hlustendur geta leyst sjálfir, eins og að skipta dekk og hvað á ég að gera ef þetta ljós blikkar. Slíkt hlaðvarp myndi bjóða upp á mikið og skemmtilegt hljóðefni til dæmis, gæti verið fræðandi og gagnlegt, þyrfti ekki að vera meira en 3 til 5 mínútur að lengd hver þáttur, en myndi skilja eftir sig þá ímynd að viðkomandi verkstæði sé bæði hjálplegt og aðgengilegt. Það sama gildir þjónustu sem er ekki jafn verkleg, eins og til dæmis alla ráðgjöf, ímyndaráðgjöf, fjölskylduráðgjöf, fjármálaráðgjöf, hvað sem manni dettur í huga eiginlega. Með hlaðvörpum hafa fyrirtæki tækifæri til að sýna hvað þau geta, til að kenna og leiðbeina og sýna þannig ekki bara færni sína og hæfni, heldur einnig til þess að öðlast þessa aðgengilegu ímynd í augum hlustandans. En ef neytendur fá ráðgjöfuna í gegnum hlaðvarp geta þau ekki bara sleppt því að kaupa þjónustuna. Auðvitað getur það gerst. En hafi fólk og fyrirtæki fjárráð til þess að sækja sér persónulega þjónustu, persónulega ráðgjöf og persónulegar lausnir á sínum vandamálum, munu þau frekar gera það hjá fyrirtækjum sem hafa nú þegar sýnt fram á hvernig þau vinna, hafa nú þegar sýnt fram á hvernig þau hjálpa. Sumir hlustendur getur jafnvel uppgötað að þeir þurfa á hjálp að halda við það að hlusta á hlaðvarpið. Ef við höldum öllum bransa leyndarmálunum fyrir okkur, þá verða við bara leyndarmál áfram. Ef við deilum þeim, erum við álitin sérfræðingar. Hér eru nokkrar spurningar sem er gott að spyrja sig áður en þú býrð til markaðs hlaðvarpið þitt. Hvert er markmiðið með hlaðvarpinu þínu? Hvaða eiginleika vöruðinnar eða þjónustu viltu undirstrika og hvaða strúktúr eða efnistök þjóna þeim skilaboðum best? Hversu marga þætti ætlar að gera? Það er gaman að búa til hlaðvörp, en ef við ætlum að gera það vel er það talsverð vinna. Ætlar að gera stutta seríu eða ætlar að láta þetta rúlla viku eftir viku eða mánuð eftir mánuð. Hvað sem þú gerir þá þarft að vita hvert þú ert að fara og hvernig þú ætlar að fara þangað. Hvernig á fólk að uppgöta hlaðvarpið þitt? Þú þarft að auglýsa það meðal réttra hópa og gefa fólki ástæðu til þess að hlusta á það. Af hverju á fólk að halda áfram að hlusta á hlaðvarpið þitt? Hver þáttur verður að vera áhugaverður og gagnlegur? Hver þáttur? Hafðu það sérstaklega í huga þegar þú metur lengdina á þættinum. Ef aðeins 10 mínútur af efni í klukkutíma upptöku eru skemmtilegar, gagnlegar, áhugaverðar, þá verður að klippa.
Hvernig ætlarðu að meta árangur? Felst hann í því hversu margir hlusta? Felst hann í því hversu lengi hver og einn hlustar? Hver það sem hlustar? Settu raunhæf markmið og mundu að góð ímynd út frá efni sem fólk nýtur þess að hlusta á skila sér áfram út í samfélagið. Þetta var síðasta myndskeiðið mitt í þessu námskeiði. Ég vona að þið hafið haft gagn af því, lært eitthvað nýtt og kannski jafnvel fundist það smá skemmtilegt. Ég vona að þið njótið ykkar við að prófa ykkur áfram í hlaðvarpsgerð og munið að stundum leiða mistök og það sem fer úrskeiðis til skemmtilegasta efnisins. Takk fyrir að horfa.